Góðan dag, kæru sveitarstjórnarfulltrúar, starfsmenn og áheyrendur. Ég býð ykkur velkomin á fund nr. 229 í sveitarstjórn Borgarbyggðar og segi hér með fund settan. Til fundarins eru mættir aðalmenn Davíð Sigurðsson, Eva Margrét Jónudóttir, Eðvar Ólafur Traustason, Telma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson, Bjarney Bjarnadóttir, Sigrún Ólafsdóttir og sú sem hér talar, Guðveig Eyglóardóttir. Varamaður í dag er Jóhanna Marín Björnsdóttir, hún situr fundinn í dag í fjarveru Lilju Bjargar Ágústsdóttir. Starfsmenn fundarins eru Flosi Sigurðsson og Stefán Broddi Guðjónsson, sveitarstjóri. Forseti ætlar að byrja því að óska eftir smá breytingu frá auglýstri dagskrá sem lítur að því að færa dagskrárlið nr. 38 sem er fundargerð velferðarnefndar og færa þá fundargerð sem dagskrárlið nr. 28 þá og aðrir töluliðir færast þá í samræmi þá tilfærslu. Hver athugasemdir við það? Það er þá samþykkt samhljóða. En dagskrá fundarins í dag er í 38 liðum. Við hefjum þá dagskrá venju samkvæmt að fyrsti liður á dagskrá er skýrsla sveitarstjóra og ég býð Stefán Brodda Guðjónsson, sveitarstjóra, velkomin á sinn fyrsta fund og segi gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórn, kæru íbúar Borgarbyggðar og aðrir velunarar. Nú, ég er búin að vera starfandi sveitarstjóri nú í rúman mánuð og til þess að byrja með vil ég þakka ykkur, kæru kjörnir fulltrúar og íbúum Borgarbyggðar fyrir þetta traust sem þið eru að sýna mér og þetta tækifæri sem þið veitir mér. Það er afar ánægjulegt að vera komið tilbaka í heimabyggð en að fást við þetta ansi flókna en mjög spennandi verkefni með ykkur. Nú, eins og segi, ég er búin að vera í mánuð og hef svona reynt að nýta þann tíma, kannski segja einhver að sé sérstakt að byrja svona hásumar, margir í frí, en það er að gera að nota tíman vel og ég hef reynt að nýta minn tíma svona þetta mest í það að heimsækja íbúa, heimsækja vinnustaði sveitarfélagsins, hitta stjórnendur þar og hitta starfsfólk, fá frá þeim þeirra sjónarmið, þannig að ég get sem best metið það hvernig ég get stutt þau þeirra störfum, því þau eru fyrst og næst sérfræðingarnir, mitt hlutverk er að styðja sem best við þeirra störf, þannig að þau náu sem bestum árangri og minn svona bakgrunn, hann kemur dálítið úr eins og þið kannski vitið, ég hef starfað hjá svona stóru þjónustu fyrirtæki og ég er alveg ófeiminn við að segja það að þeir íbúarnir hér og þeir sem eiga erindi við sveitarfélagið að svona, auðvitað er þetta skjólstæðingar og íbúar hendur líka viðskiptavinir okkar og ég svona mín lína og mín samskipti við okkar starfsfólk hefur verið tölvöld mikið, svona reynum að halda áfram að byggja upp og tryggja mjög sterka þjónustu hér í Borgarbyggð og ég reyna að vera dálítið ínáanlegur, ég vona að ég sé það, ég vona að ég getur að sjá eftir því en ég er allavega í símaskráni og ég reyna að svara tölvupóstum með einhverjum þokkalega skilvirkum hætti og þannig að ég vona að ég reynist ínáanlegur og ég vona að þið sjá andlit á mér svona nokkur sinnum. Ég lofaði samt að þræði ekki allar skírnir og fermingarveislur í sveitarfélaginu. Nú, það er bara svona rétt, kannski er það bara viðeigandi en mér er gaman að deila bara örstuðum mínum persónulegu hugum af því að ég hef nú búið á höfuðborgarsvæðinu undanfarna áratugi en ég fluttur heim þannig að ég er ekki lengur bara borgnesingur og borgfirðingur og mýramaður og íbúi Borgarbyggðar svona að uppruna og æsku heldur er ég svo orðinn íbúi Borgarbyggðar og þannig að og stoltur útsvarskrifandi í Borgarbyggð, skulum hafa það líka alveg á hreinu. Þannig að það er bara mjög spennandi og hlakka til við það. Nú, ég eins og ég segi við alla sem að hitta mig að ég er ekki sveitarstjóri sem hoppa tilbúin út úr kassa, tilbúin að fást við öll þau verkefni sem sveitarstjóra er falið. Ég reyna að vera nokkuð fljótur að læra. Ég er afar þakklátur ykkur í sveitarstjórn og ég er þakklátur íbúum en sérstaklega þakklátur auðvitað fólki sem starfar næst mér á skrifstofum sveitarfélagsins, þakka þeim kærlega fyrir það umbúrleindi og hvað segja, jákvæðni og hversu dugleg þau eru að kenna mér á hlutina. Þannig að þó ég gerði ekki búið 10 til að byrja með, þá vonandi verður reynst þetta
þokkalegt. Ég auðvitað, mér langar líka að nota tækifæri, ég vil þakka mínum forvera í starfi. Ég sé að það eru mörg góð verkefni í gangi sem mér finnst mjög ánægjulegt að taka við og fá að leiða áfram, og ég veit og ég óska Þórdísi til hamingju með nýjan starfsvettvang, og ég veit að Vesturbyggð hefur náð sér þarna í góða manneskju. En þó að sé sumar og maður er kannski dálítið á ferðum þetta sveitarfélagið að hitta fólk og læra, þá er það þannig að það hafa komið á borð til okkar, sveitarstjórnar, byggðarráðs og til okkar á skrifstofum sveitarfélagsins, verkefni sem þarf að taka afstöðu til og þarf að taka ákvarðanir, því að þó sé sumar þá má ekki dvelja og tefja það að taka ákvarðanir þegar þarf að taka ákvarðanir. Nú skömmu eftir að ég hóf störf þá var hafist handa við það að taka, bara svo við nefnum svona nokkur dæmi, var hafist handa við að loka stórum hluta Borgarbrautar og grafa upp Borgarbraut, og við hlökkum auðvitað óskaplega mikið til þess að fá nýja og fína og miklu betri Borgarbraut í framhaldinu, en þangað til þá erum við að fá svolítið auðvitað, þá þurfum við að taka ákvarðanir sem ekki endilega ákvarðanir sem eru góðar, en þá svolítið felast því að velja svolítið ýtskásta kostin, og við erum þá að fara í gegnum Berugötuna, og ég bara þakka íbúum Berugötu kærlega fyrir umburðarlyndið, en mikið óskaplega hlakkaði til þegar við getum opnað Borgarbrautina á ný. Nú annað mál sem svolítið öðrum toga, við á nokkuð ljóst í júlí að við værum í töluvert þröngri stöðu með skipulags- og byggingadeildin okkar. Þannig að það kallaði það að við þyrftum að bregðast nokkur hratt við, og í raun og veru það er svo skipulagsbreyting sem verður til umfjöllunar hér á eftir og endanlegrar ákvarðanatöku einhvern afsprengi þess, en við svona óttumst það að við værum í þeirri stöðu að við getum ekki tryggt samfellu í starfsemi byggingadeildar, og erum þvert á væntingar það að skipulagsbyggingadeildar, þvert á væntingar það að við værum að byggja upp og styrkja þessa einingu. Nú ég held að við höfum komið niður á góða lendingu og farsæla lausn sem að tryggir í raun og veru samfellu og tryggir uppbyggingu og tryggir sókn en ekki vörn, og enda vert að hafa það í huga að skipulags- og byggingastarfið okkar, það eru ávísanir tekjur og verkefni framtíðar. Það eru mikil verkefni sem þarna eru, það eru stór verkefni sem að banka á dyrnar, ný verkefni sem kalla á mjög faglega og góða aðkomu okkar fólks. Sömuleiðis förum við ekkert varhluta af því í svona okkar skipulags- og byggingadeild hversu mikil framkvæmda gleðin hjá íbúum sveitarfélagsins og gestum sveitarfélagsins nú þessar mundir, til viðbótar við með svona gömul verkefni sem við erum sömuleiðis að fást við. Nú eitt af þessum sem má segja stóru verkefni er strax farið að banka á dyrnar hjá okkur. Mér finnst mjög ánægjulegt að svona það frumkvæði sem að Festir fasteignaþróunarfélag og Jóba FST arkitektar sýndu, og með því að munu koma til okkar og ætla að taka þátt í því með okkur að skipuleggja Brákarey. Ég held að það sé stórt og mikilvægt verkefni. Ég trúi því að það verið unnið í mjög góðri samvinnu við sveitarfélag og svo við íbúa, og ég hlakka mjög mikið til þess að þegar við svona glittir í árangurinn, glittir í þær hugmyndir sem verða lagðar á borðið. Nú, annað sem ég langar líka að nefna, ég bara stikla á stóru og nýta mér þetta svigrúm sem ég hef, bara þau skref sem hafa verið tekin í stafrænni þróun hjá sveitarfélaginu. Nú nýjasta skref það að nú ekki hægt að ganga frá skipulagsumsóknum á rafrænt. Það svona gott og mikilvægt skref, og ég held að við höldum áfram og þetta svona verkefni sem hafa verið í gangi og munu halda áfram að tryggja það að sveitarfélag heldur áfram að vaxa og þróast dálítið líka í samræmi við stærð sveitarfélags. Við erum með mjög víðfeðmt sveitarfélag og þetta svo sannarlega hjálpar íbúum sem að eigum langan veg að fara að eiga erindi við sveitarfélag bara frá sínu heimili, og það dregur þetta svo sömuleiðis úr svona áhættu og villuhættu þegar einhver umsóknarferli eiga sér stað, og þetta gefur okkur færi á því, okkar sérfræðingum færi á því að vera fyrst og fremst í svona virðisaukandi og virðisskapandi þjónustu við okkar íbúa og þá sem eiga erindi við sveitarfélag. Og það er ekki tilviljun að við höfum verið að spyrja
fólk á heimasíðunni, álit á heimasíðunni, því nú verið að vinna að þróun uppfæra heimasíðu og það svo hoppar ekki tilbúin úr boxi alveg strax en ég mjög spenntur að sjá afrakstur þeirra vinnu. Að lokum, kannski það má ekki segja að svona heimasíðan einhver lítið svona viðmót sveitarfélagsins út á við, en annars viðmót sveitarfélagsins út á við og mér langar svona rétt að nefna, þetta húsnæði sveitarfélagsins við Brákabraut og ég ætla bara að segja svona þannig að mikið hlakkaði til þegar við getum samin allar svona starfsemi höfuðstöðvar sveitarfélagsins á einum stað. Og við munum reyna að gera það, ég vil reyna að gera það með hröðum hætti, en umfram allt að gera þannig að það sé smekklegt og að svona aðhald sé gætt. Mér langaði að nefna líka eitt þeirra verkefna sem mér varst gaman á og fekk mig til þess að hugsa og læra, var það að Guðmundur Finnsson sem hefur verið húsvörður á Varmálandi var í síðasta mánuði. Ég tók hús á honum, hann að kveðja eftir 40 ára starf í Varmálandi sem húsvörður og ég hleraði svona aðeins hvað fólk hafði að segja Guðmund og svona bara lýsingin á þjónustulundinu og alúð og hún ég hugsaði með mér, við þurfum að vera svolítið, við þurfum að hugsa svolítið svo Guðmundur, við erum svo Guðmundur. Það var mjög lærdómsríkt og gott fyrir mig að fá svona sjónarmið og því fólki sem að starfa fyrir sveitarfélagið og gera það vel og vandvirkt og mikill alúð, það verður seint full þakkað það slíkt framlag. Nú, svona síðustu, þá hefur þetta verið fullt að gerast í sveitarfélaginu í sumar og kannski bara rétt að tæpa því svona allra síðast, þannig ég verið að fást við síðasta helgi var mjög skemmtileg hjá mér því að ég kíkti á hesta í Íslamóti barn og unglinga í hestaíþróttum, afar glæsilegt mót og til hamingju með það hestamannafélagið Borgfirðingur, vel að verki staðið og eins og segi, það svona framlag svona viðburða inn í sveitarfélagið, það verður seint ofmetið. Nú ég kíkti á Háafell, þar sem að Jóhanna og Þorbjörn voru að halda upp á 10 ára afmæli Geitfjársetursins og virkilega gaman að koma þangað og eiginlega ástæða til að óska þeim frumkvölum og ábúendum á Háafelli og eiginlega geitastofnunum í landinu innlega til hamingju með þennan glæsilega áfanga og ég fór þarna og lærði að meta geitaost upp á nýtt, þannig að svona eftir að áhyggjan Jóhannu. Nú svo þetta Hvanneyrahátíðin, það var mjög gaman að koma á Hvanneyrahátíðina og svona upplega kraftinn þar, virkilega glæsileg hátíð, fjölmargir Hvanneyringar, aðrir íbúar Borgarbyggðar og þetta gestir og gaman að sjá líka brottflutta Hvanneyringa sækja og svona viðburð til þess að treysta ræturnar. Og það svo dýrmætt og það gaman að lappa svæði líka með brottfluttum Hvanneyringum, hvað þeir upplifa svæði sterkt og glæsilegt. Og auðvitað fólkið og svæðið enda Hvanneyringar með eindæmi glæsileg eins og við öll, eins og þekkt land allt. En bara svona til þess að loka því auðvitað svona viðburðir, svona hátíðir, þetta er límið svolítið í svona okkar samfélagi. Það sérstaklega ánægilegt að við getum fara að halda svona viðburðir núna eftir COVID og ég vil svona bara loka mínum orðum á því að þakka kærlega öllum þeim sem að leggja sitt af mörkum til þess að gera samfélag okkar þá betra með þessum hætti og skemmtilegra og litríkara. En ég hlakka til að eiga gott samstarf við ykkur sveitarstjórnarfólk, reyna að standa undir því trausti sem þið sýnið mér og eiga gott samstarf við íbúa í framhaldinu. Takk fyrir mig. Þökkum sveitarstjóra fyrir góða yfirferð og skýrslu. Annar liður á dagskrá ber heitið breyting á skipuriti og málsnúmerið er 2208-007. Þetta er frá fundi byggðaráðs númer 604. Þar segir að byggðaráð styðji tillögur breytingar á skipuriti sveitarfélagsins. Breytt skipurit endurspeglar umfang verkefna á sviði skipulags- og byggingamála, einfaldar boðleiðir og eykur yfirsýn. Þá samræmist það áherslum í starfsemi sveitarfélagsins að málaflokkar sem taka til allra sviða heyri beint undir sveitarstjóra, til dæmis þjónustuver og samskipta og markaðsmál. Sveitarstjóri falið að innleiða samþykktar breytingar í starfi sveitarfélagsins og byggðaráð samþykkti þetta fyrir sitt leyti og lagði þá ákvörðun til samþykktar í sveitarstjórn og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið.
Já, Stefán Broddi sveitarstjóri óskar eftir til máls. Já, forseti, mér langaði bara rétt að hnekkja á þeim punktum sem að einhver leyti vekja þessu í mínum inngangsorðum, í minni skýrslu, en þarna það að ræða að við, það kannski ekki ákjósanlegt og ekki það sem við sækjumst allir eftir að standa í svona skipulagsbreytingum á tiltölulega svona knöppum tíma og það sumar, en við vorum að bregðast við því að þurfa að blása dálítið til sóknar og í stað þess að verjast í okkar skipulags- og byggingadeild. Ný verkefni voru að banka á dyrnar og það var útlit fyrir að myndi þrengja að í okkar starfsmannahópi. Þannig að okkur fannst ástæða til þess að vinna að því að svona dreifa ábyrgð og tryggja það að flæði verkefna verði snurðulaust. Og ég vil þó nefna að mínu viti hér ekki að ræða nema frekar lítilsháttar breytingu á skipuritinu í kjarnanum skipuriti lítið breytt, en felst í því að þeir liðir sem kannski segja að við töldum mikilvægt að vegna þess að í þessari breytingu felst að bein stýring á skipulags- og byggingadeild færist undir stjórnsýslu og þjónustusvið, og við töldum rétt að vegna þess að umfangi myndi aukast undir stjórnanda þess sviðs, þá væri rétt að létta á öðrum verkefnum þar sem felast í því þá að þjónustuver, skjalavarsla, tölvuumsjón, og svo eitthvað sem nefnt, færist þá beint undir sveitarstjóra. Ég held að fari ágætlega á því vegna þess að þetta eru liðir sem að ganga nokkur leyti svona þvert á önnur svið sveitarfélagsins. Þannig að þetta er svona kjarna það sem við erum að leggja upp með, og við teljum að það muni leiða til þess að reksturinn okkar verði þá enn sterkari og skilvirkari fyrir vikið. Takk fyrir það. Orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Og ef það er engin sig við þessu hljóðs að biðja þá fulltrúa sem samþykkja framlaga breytingar og skipuriti sveitarfélagsins að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þriðji liður á dagskrá ber heitið Íþróttahús frumhönnun, málsnúmer 211088, og þetta er sagt frá afgreiðslu fundar byggðarráðs númer 603. Það segir í bókum byggðarráðs að byggðarráð telur að bréf stjórnar knattspyrnudeildar sé afar þarft innlegg í yfirstandandi hugmyndavinnu næstu íþróttamannvirki og þakkaður fyrir vel ígrundaða skoðun sem þar kemur fram. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að erindisbréf byggingarnefndarinnar verði endurskoðað með tilliti til þess að kostnaðarmeta möguleika á uppbyggingu knattspyrnuhúss. Tillaga að uppfærðu erindisbréf verði lögð fyrir byggðarráð. Ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson hefur óskað eftir þessu hljóðs. Gjörðu svo vel, Sigurður. Forseti sveitarstjórnar, sveitarstjóri og virðulegu sveitarstjórnarfulltrúar. Minnihluti sveitarstjórnar Borgarbyggðar lýsir yfir áhyggjum af því að sú breyting á erindisbréfi byggingarnefndar byggingu íþróttamannvirkja muni hafa þau áhrif á störf nefndarinnar að allur kraftur nefndarinnar og vinna næstu mánuði muni snúast að skoða yfirbyggðan fótboltavöll, fjármögnun hans og staðsetningu. Á meðan hætt við að vinna við hönnun og byggingu á íþróttahúsi og öðrum betrum bótum á íþróttaaðstöðu í Borgarbyggð sitji á hakanum og frestist óákveðinn tíma sem er óásættanlegt að okkar mati. Minnihlutinn leggur því til að breytingum á erindisbréfi byggingarnefndar verði vísað til byggðarráðs að nýju til umræðu þar og skoða verði hvort tilefni sé til að taka framkvæmdir vegna uppbyggingar á aðstöðu fyrir fótboltann
úr erindisbréfi núverandi nefndar og stofna nýja nefnd verkefni tengd uppbyggingu á aðstöðu fyrir fótboltann. Núverandi bygginganefnd gæti þá einblínt á viðbyggingu við íþróttahúsið til að tryggja að ekki verið meiri dráttur á því verkefni en orðið er. Og legg þessa tillögu til fyrir þetta. Já, fundamenn, orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Einhverju vilja kveða þessi ljós? Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Ég ætla að leyfa mér að vera ósammála því að þetta muni hafa í för með sér mikla töf á undirbúningi við viðbyggingu íþróttahússins. Ég veit að nú síðast í morgun átti formaður byggingarnefndarinnar fund með verkefnastjóra uppbyggingu íþróttamannvirkja og þar var meðal annars verið að ræða næstu skref varðandi þann þátt ásamt því að ræða frekar möguleikana varðandi yfirbyggingu á fótboltahúsi. En ég ætla bara að leyfa mér að vera ósammála því og ég held að við ættum að gefa nefndinni tækifæri til að byrja þetta áður en við ákveðum það að hún ráði ekki við að vera í báðum verkefnum á sama tíma. Takk. Orðið er enn laust þennan dagskrárlið. Einhverju sem vilja kveða þessu ljós? Eðvar Ólafsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjóri og ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla bara að taka undir með Davíð að það er á engan hátt allavega frá mínu bæjardyrum sé verið að seinka þeirri framkvæmd eða þeim hugmyndum uppbyggingu íþróttamannvirkja í Borgarnesi og það er sjálfsögðu verið að skoða það með frá þessari tillögu en okkur fannst bara rétt að þessu tímapunkti þar sem við erum að horfa til framtíðar að velta öllum möguleikum upp og það má þá kannski skoða það á seinni stigum hvort að þessu verið splittað upp en eins og þá sé ég ekki ástæðu til þess. Takk fyrir. Okkur fleiri sem vilja kveða þessu ljós til þessu lið. Ef ekki þá ætla ég að byrja á því að bera upp tillögu Sigurðar Guðmundsson sem lýtur á því að vísa vinnu við erindisbréfið aftur inn í byggðarráð til frekari vinnslu og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þá tillögu að gefa merki. Einhverjir sem kunna vera á móti. Og tillagan er því felld. Þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja framlega breytingar á erindisbréfi að gefa merki. Einhverjir sem kunna vera á móti. Það eru 5 með og 4 á móti og enginn sem situr hjá. Breytingin á erindisbréfi er því samþykkt. Fjórði dagskrárliður ber heiti val á listamanni Borgarbyggðar með málsnúmerið 2206-059 og er afgreiðsla frá 37. fundi atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefndar. Þar leggur nefndin fram drög að reglum tilnefningu á vali á listamanni Borgarbyggðar og nefndin samþykkti þær reglur sem voru lagðar fram tilnefningu og vísaði þeim til samþykktar til afgreiðslu í sveitarstjórn og ég gef orðið laust þennan lið. Og það er enginn sem kveður sér ljós og þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja framlög drög að reglum tilnefningu á listamanni Borgarbyggðar að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 5. liður ber heitið tillaga stofnun hlutafélags Carbfix hf. Og fleiri dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur með málsnúmerið 2106-120. Það leggur sveitarstjóri fram, það er tillaga sem segir fyrirliggur tillaga og tillögur stofnun á Carbfix hf. Sem eru dótturfélag Carbfix ohf. Dótturfélags Orkuveitu Reykjavíkur samanber samþykkt sveitarstjórnar dags
12. ágúst 2021. Leitaði til eigenda Orkuveitu Reykjavíkur stuðning við útfærsluna sem hefur verið kynnt fyrir byggðarráði. Þar á meðal áhættuskýrslan unnin af utanaðkomandi fjármálafyrirtækjum. Útfærslan myndi til dæmis gefa Carbfix HF tækifæri til að sækja sér áhættufjármagns utan núverandi eigendahóps til að standa straum af komandi fjárfestingum og vexti félagsins. Fyrir liggur eftirfarandi bókun sveitarstjórnar. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir framlag útfærslu á tillögum stofnun Carbfix HF. Tekið undir það sjónarmið að á þessum tímapunkti mikilvægt fyrir félag á borð við Carbfix að geta sótt áhættufjármagn á alþjóðlegan markað til vaxtar. Sveitarstjórn Borgarbyggðar bindur vonir við að sú þekking og tækni sem Carbfix byggir á geti reynst mikilvæg til lausnar á aðsteðjandi loftslagsvá. Til þess að svo verði þarf skilvirkan aðgang að alþjóðlegri þekkingu og fjármagni. Sveitarstjórn Borgarbyggðar bendir hins vegar á mikilvægi þess að minnihlutaeigendur í Orkuveitu Reykjavíkur eigi þess kost á að taka sjálfstæða ákvörðun meðferð og eignarhlut í félögum sem þróast út frá kjarnastarfsemi OR. Tekið verið tillit til þess við frekari þróun skipulagi, Carbfix og annarra sambærilega fyrirtækja og verkefna. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Sveitarstjóri óskar eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Já, forseti, takk fyrir. Sem kunnugt þá á Borgarbyggð 0,93% hlut í Orkuveitu Reykjavíkur. Innan Orkuveitu Reykjavíkur hefur þróast þessi tækni sem að síðan þróast yfir þetta félag Carbfix og Carbfix er svona til uppreifunar þetta félag sem að sækir í raun og veru koltvísýring og bindur í raun og veru onni jarðveginn og gera hann steinrunninn. Svona við erum lýsa tækninu örstutt með mínum skilningi. Hins vegar að ræða starfsemi sem kallast kannski ekki beinlínis kjarnastarfsemi Orkuveitunnar en gríðarlega mikilvæg. Fyrirkomulega eins og það er útlistað núna er með þeim hætti að í raun og veru er svona nálægð okkar við ákvarðanatöku hvað gert verður við þennan litla þennan óbeina eignarhlut okkar í þessu dótturfélags. Hann er þannig að við höfum ekki beinan ráðstöfunarrétt á honum. Við höfum hann í gegnum dótturfélag. Mér finnst að það liggur aðeins öðruvísi við þegar að ræða slíkt félag sem byggir ekki beinlínis á kjarnastarfsemi eða búið að þróast út úr kjarnastarfsemi Orkuveitunnar, veitustarfsemi sem skiptir okkur miklu máli. Það skiptir máli held ég og þetta getur skapað spurningar í framhaldinu, að hafa aðgang að því að taka sjálfstæða ákvörðun sem sveitarfélag ráðstöfun á þessum eignarhlut. Það er svona, en leið þá skiptir held ég máli og ég held að sé, og við viljum ekki leggja stein í götu þess að þetta félag geti þróast áfram. Vonandi til mikillar virðisaukningar fyrir okkur og samfélagi miklu stærra samhengi. Þannig að það er það sem býr að baki það er hugsun sem býr að baki hér. Takk fyrir það, Stefán Boddi. Það er ágætt að þessi sjónarmið Borgarbyggðar komi fram í þessari bókun, en ég gef orðið laust þennan dagskrárlið ennþá. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá biður þá fulltrúa sem samþykkja framlaga útfærslu á tillögum stofnun Carbfix HF og framangreindar bókunar sveitarstjórnar að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá eru komin í 6. lið sem ber heitið Flýting leita 2022, málsnúmeri 2206-129. Fjallskilanefnd Grímsstaðaréttar óskar eftir heimild til að flýta fyrri og seinni leitum 1 viku haustið 2022. Og það er óskað eftir staðfestingu sveitarstjórnar og að sveitarstjórn leggi tillöguna fyrir stjórn Fjallskila umdæmis Akraneskaupstað Borgarbyggðar Hvalfjarðarsveitar Skorradalshrepps til ákvörðunar. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá biður þá fulltrúa sem samþykkja flýtingu og fyrri og seinni leita að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 7. dagskrárliður ber heitið Leyfisumsókn rally Kaldadal og Uxarhryggi ágúst 2022 með málsnúmerið 2208-023.
Þar umsókn Bifreiða íþróttaklúbbs Reykjavíkur leyfi til að halda rallikeppni sem fram Uxarhyggju og Kaldadal 20. ágúst 2022 og ég gef orðið laust og það enginn sem kveður sér hljóðs og fyrir liggur þá eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki framlaga beiðni Bifreiða íþróttaklúbbs Reykjavíkur rallikeppni Uxarhyggju og Kaldadal 20. ágúst 2022 og ég bið þá fulltrúa sem samþykja framangreinda bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 8. dagskrárlið sem ber heiti Kosningar í ráð og nefndir 2022 til 2026 með málsnúmeri 2205/140 og það kosning fulltrúa borgarbyggðar í fjallskilanefnd borgarbyggðar og eftirfarandi fulltrúar eru tilnefndir Þorsteinn Viggósson, Sigurður Arilíusson, Gísli Guðjónsson, Ásbjörn Pálsson, Logi Sigurðsson, Ingimundur Jónsson og Þuríður Guðmundsdóttir. Og forseti gefur orðið laust. Telma Harðardóttir hefur óskað eftir kveðið sem hljóðs. Gjörðu svo vel, Telma. Forseti sveitarstjórnar, sveitarstjóri og virðulegur sveitarstjórnarfulltrúar. Minnihluta sveitarstjórnar borgarbyggðar þykir miður hvernig kynjaskiptingu háttað í fastanefndum sveitarfélagsins en eftir kosningar í nefndir liggur fyrir að eingöngu konur hafa verið skipaðar í velferðarnefnd, aðeins ein kona situr í skipulags- og byggingarnefnd og aðeins einn karl situr í fræðslunefnd. Kynjahalli allra þessara nefnda brýtur í bága við 2. tölulið 1. málsgreinar 44. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Jafnréttisstofa hefur kynjahalla í nefndum sveitarfélaga til skoðunar og búast má við að hún krefjist svara hvers vegna nefndaskipan höfð með þessum hætti. Vert að geta þess að minnihlutinn sveitarstjórnar vakti athygli forseta sveitarstjórnar og formann byggðarráðs á málinu strax í upphafi kjörtímabilsins en ekki var áhuga að endurskoða skipan í nefndir í ljósi kynjahalla á þeim tímapunkti. Þá bar forseti sveitarstjórnar fyrir sig að kynjahlutföll nefndarmanna í heild sinni væru tiltölulega jöfn en lögin krefja ekki sveitarfélögum slík kynjahlutföll heldur að þau séu sem jöfnust í hverri nefnd enda tilgangur lagana að jafnavægi kynja í nefndum sem að fara með einstök málefni sveitarfélagsins. Óskar minnihlutinn eftir því í annað sinn að kynjaskipting í fastanefndum sveitarfélagsins verði endurskoðuð með það markmiði að uppfylla sveitarstjórnarlög. Takk. Og orðið laust þennan dagskrárlið. Já, Davíð gjörðu svo vel. Davíð Sigurðsson. Forseti, ágæta sveitarstjóri. Takk fyrir þessa ábendingu, Telma. Varðandi þennan lið þá það regla að í fjallskilanefnd borgarbyggðar skulu vera formenn allra undirdeilda fjallskilanefnda sveitarfélagsins og þannig hefur brækslast að það einungis ein kona formaður í þessum fjallskiladeildum. En það eru konur í þeim öllum og þær skipta sjálfar með sér verkum, þannig að það lítið við þessu að gera undir þessum lið. Takk. Og orðið ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Það ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Forseti vill bara benda á það að það því fólki í sveitarfélaginu sem reiðubúið að taka á sig nefndastörf ber að þakka fyrir það. Það eru mjög mörg hlutur sem þurfum að skipa í nefndarráð við sveitarfélagsins og það áskorun að ætla sér að manna allt samkvæmt okkar svona helstu væntingum og sem að væri heppilegast. En ég vil fyrst og síðast bara þakka því fólki sem gefur kost á sér í að starfa innan þessara nefnda og taka þessi verkefni fyrir sveitarfélagið. En ég bið það fulltrúa sem samþykkja framangreinda tilnefningu að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða.
9. liður ber heiti kosning í ráð og nefndir 2022-2026. Það er málsnúmer 22.05.140. Það er tilnefning fulltrúa borgarbyggðar í stjórn fjallskilaumdæmis Akraneskostar, Hvalfjarðarsveitar, Skorradalshrepps og Borgarbyggðar og eftirfarandi fulltrúar eru tilnefndir: Ragnhildur Eva Jónsdóttir og Þorsteinn Viggósson, og ég gef orðið laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá biður þá fulltrúa sem samþykkja framangreinda tilnefningu að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 10. liður ber einnig heiti kosningar í ráð og nefndir 2022-2026 með málsnúmeri 22.05.140 og það er tilnefning fulltrúa borgarbyggðar í stjórn Þróunarfélags Grundartanga. Eftirfarandi fulltrúar eru tilnefndir: sveitarstjórn tilnefnir Guðveigu Eyglódóttir sem aðalmann í Þróunarfélag Grundartanga og Lilju Björg Ágústsdóttir sem varamann, og ég gef orðið laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá biður það fulltrúa sem samþykkja framangreinda bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 11. liður ber heiti Breiðabólstaður 2 í Reykholtsdal, landnúmer 186488, íbúabyggð, breyting á aðalskipulagi, málsnúmer 22.02.090. Þetta er mál sem kemur frá 42. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Þar segir: skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi vinnslutillögu á breytingu á landnotkun 34,85 hektara svæðis í landi Breiðabólstaðar 2 samkvæmt 5. málsgrein jarðalaga nr. 81/2004. Nefndin leggur einnig til við sveitarstjórn samþykki til auglýsingar fyrirliggjandi vinnslutillögu breyttu aðalskipulagi sveitarfélags í samræmi við 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og forseti gefur orðið laust og það er enginn sem kveður sér hljóðs undir þessum lið. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun: sveitarstjórn samþykki framlaga vinnslutillögu vegna breytinga á landnotkun 34,85 hektara svæðis í landi Breiðabólstaðar 2 samkvæmt 5. grein jarðalaga nr. 81/2004. Sveitarstjórn samþykkir jafnframt til auglýsingar framlaga vinnslutillögu að breyttu aðalskipulagi sveitarfélagsins samkvæmt 2. málsgrein 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framangreinda bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 12. liður ber heitið Hótel Hamar, umsókn breytingu á aðalskipulagi með málsnúmeri 22.08.006 og það er afgreiðsla frá 42. fundi byggðarráðs Borgarbyggðar. Þetta á væntanlega að vera afgreiðsla 42. fundar skipulags- og byggingarnefndar. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar sem felst í 1,0 hektara stækkun til suðurs á reit BL3 á kostnað O eða 016 sem er opið svæði til sérstakra nota, gólfvöllur. Breytingin er gerð samkvæmt 2. málsgrein 36. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Niðurstaðan skal auglýst til breytingu send Skipulagsstofnun til staðfestingar. Fyrir ekki? Jú. Eða er það? Ég held ekki. Forseti gefur orðið laust undir þessum lið. Fyrir liggur eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir framlaga breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar sem felst í 1 hektara stækkun til suðurs á reit BL3 á kostnað 016 sem er opið svæði til sérstakra nota. Breytingin er gerð samkvæmt 2. málsgrein 36. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framangreinda bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 13. liður Urriðárland ber heitir Urriðárland, landnúmer 191286, frístundabyggð F11, breyting á aðalskipulagi með málsnúmeri 21.09.073
og það sama hér, það afgreiðsla 42. fundar skipulags- og byggingarnefndar. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja breytingu á aðalskipulagi borgarbyggðar samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingartillagan tekur til breytinga á landnotkun svæðis í landi Urriðaár og landbúnaði í frístundabyggð. Frístundabyggð F11 nú 11,4 hektarar stærð en yrðu 23,5 hektarar eftir stækkunina. Gert ráð fyrir að hægt verði að fjölga 17 lóðir í frístundabyggðinni. Forseti gefur orðið laust. Og það enginn sem kveður sig hljóðs og fyrir liggur eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagða breytingu á aðalskipulagi borgarbyggðar samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingartillagan felst í breytingum á landnotkun svæðis í landi Urriðaár og landbúnaði í frístundabyggð. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framangreinda bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 14. liður ber heitið Urriðárland, landnúmer 191286, deiliskipulagstillaga fyrir Klettstíg og Birkistíg, málsnúmer 2201/007 og það afgreiðsla frá 42. fundi skipulags- og byggingarnefndar sem segir skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi tillögu samkvæmt 42. grein skipulagslaga 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tillit til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningatíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og forseti gefur orðið laust og það enginn sem kveður sig hljóðs og fyrir liggur eftirfarandi bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn samþykkir framlagða deiliskipulagstillögu fyrir Klettstíg og Birkistíg í Urriðárlandi, landnúmer 191286, samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningatíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framangreinda bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 15. liður Urriðárland, landnúmer 191286, breyting á deiliskipulagi, málsnúmer 2201/008 og það sama afgreiðsla frá 42. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi tillögu breyting á deiliskipulagi fyrir frístundabyggð í landi Urriðaár frá árinu 2000 með síðari breytingu samkvæmt 42. grein skipulagslaga 123/2010 með þeim breytingu sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningatíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og forseti gefur orðið laust og það enginn sem kveður sig hljóðs og fyrir liggur eftirfarandi bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn samþykkir framlagða tillögu að breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Urriðaár frá árinu 2000 með síðari breytingum samkvæmt 42. grein skipulagslaga 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningatíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framangreinda bókun að breytingu á deiliskipulagi gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Við erum komin að 16. lið í dagskrá sem ber heiti Bjargsland 2, svæði 1, Fjóluklettur 13 og 15, breyting á deiliskipulagi. Og það málsnúmer 2206/154. Hér að ræða mál frá 42. fundi skipulags- og byggingarnefndar, greinilega vera nóg að gera á þeim fundi. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja óverulega breyting á deiliskipulagi Bjargslandi 2, svæði 1 frá 2006 með síðari breytingum, breytingartillagan verður sett fram í greinargerð og á uppdrætti dags 20. júní 2022. Breytingi tekur til byggingarreita tveggja lóða, Fjóluklettur 13, landnúmer 215396 og Fjóluklettur 15, landnúmer 215398. Legu byggingarreita breytt sem bætir mögulega nýtingu lóðana en umfang þeirra breytist ekki. Breytingin talin óveruleg og haldast aðri skilmálar deiliskipulagsins óbreyttir. Málsmeðferð verður í samræmi við aðra málsgrein 43. grein skipulagslaga 123/2010 og forseti gefur orðið laust. Og
og það enginn sem kveður sér hljóðs og fyrir liggur eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki framlaga óverulega breyting á deiliskipulagi Bjargslandi 2, svæði 1 frá 2006 með síðari breytingum. Málsmeðferðar verða samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og ég bið þá fulltrúa að samþykkja framlaga bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 17. liður ber heiti Sæunnargata 4, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi með málsnúmeri 22.05.064 og það afgreiðsla frá 42. fundi skipulags- og byggingarnefndar. En nefndin leggur til við sveitarstjórn að heimila byggingafulltrúa að samþykkja byggingaráform þar sem grenndarkynning hefur farið fram samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og forseti gefur orðið laust. Forseti gefur orðið laust, það enginn sem kveður sér hljóðs og fyrir liggur eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn felur byggingafulltrúa að samþykkja umsókn byggingaráform og byggingarleyfi þar sem grenndarkynning hefur farið fram samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Sagði ekki 44. grein? 44. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framangreindar bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 18. liður ber heiti Þórólfsgata 9, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi, málsnúmer 22.05.065. Og það frá afgreiðslu 42. fundar skipulags- og byggingarnefndar. En nefndin leggur til í sveitarstjórn að heimila byggingafulltrúa að samþykkja byggingaráform þar sem grenndarkynning hefur farið fram samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Og forseti gefur orðið laust og það enginn sem kveður sér hljóðs og fyrir liggur þá eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn felur byggingafulltrúa að samþykkja byggingaráformi Þórólfsgötu 9 þar sem grenndarkynning hefur farið fram samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja ofangreinda bókun að gefa merki og það samþykkt samhljóða. 19. liður ber heitið ósk umsögn aðalskipulag Dalabyggðar 2020-2032 og málsnúmeri 22.07.072 og það frá afgreiðsla frá 42. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Nefndin bendir á að gæta þurfi samræmis milli skipulagsmarka tillögunnar við afmarkanir nærliggjandi sveitarfélaga en nefndin gerir ekki athugasemdir við tillögu aðalskipulagi Dalabyggðar 2020-2032 að öðru leyti og vísa því til staðfestingar í sveitarstjórn Borgarbyggðar og forseti gefur orðið laust. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og fyrir liggur það eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar en beinir því til Dalabyggðar að kanna sveitarfélagamörk milli Borgarbyggðar og Dalabyggðar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja ofangreinda bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá höfum við farið yfir þá liði sem þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar og vindum okkur þá í seinni hlutan á þessari dagskrá sem eru framlagðar fundagerðir. Og þar fyrst fundagerð byggðarráðs, fundur númer 598 og ég gef orðið laust þessa fundagerð. Bjarney hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel, Bjarn. Forseti, sveitarstjóri og sveitarstjórnarfulltrúar. Minnihlutinn vill koma framfæri ábendingu varðandi lið 24 Brákarey og framtíðarskipulag. Í þeim lið var verið að fela sveitarstjóra að hefja viðræður við KPMG áframhaldandi vinnu vegna Brákareyjar.
Í ljósi þess að á byggðarráðsfundi nr. 603 samþykkti byggðarráð að fara í samstarf við fjárfestingafélagið Festi mótun á uppbyggingaráformi í Brákarey og því ætti ekki að vera þörf á að láta KPMG vinna á sama tíma í raun sömu vinnu og Festir að fara í. Takk fyrir. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls undir þessum dagskrárlið? Já, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þessa ábendingu, eða forseti, takk fyrir þessa ábendingu. Ég að læra prótókollana, ég vona að ég sé að fara rétt með. Kannski bara rétt að hafa í huga hér að hér ekki búið að gera neitt samning eða semja með verkáætlun eitthvað slíkt gagnvart KPMG. Þannig að ég bara svona ef ég skil ábendinguna rétt, þá held ég sé ekki svona þörf á því að stöðva sérstaklega svona einhver áform hvað það varðar. Þannig að við erum kannski bara að segja að það sé þá á pásu og það sé stopp. En takk fyrir þessa ábendingu. Þannig að einhverju fleiri sem vilja kveða sér ljóðs undir þessari fundargerð? Ef ekki þá telst hún framlögð. Næst er fundargerð byggðarráðs númer 599 og ég gef orðið laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá telst sú fundargerð framlögð. Næsti liður er fundargerð byggðarráðs frá fundi byggðarráðs númer 600 og forseti gefur orðið laust þá fundargerð. Fyrirgefðu, hoppaði ég yfir, þakka tæknimanni fyrir að vera svona athugull. Það er fundargerð byggðarráðs frá fundi númer 599 og ég gef orðið laust þá fundargerð. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Og þá er það næst fundargerð frá fundi byggðarráðs númer 600 og forseti gefur orðið laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs undir þeim lið og telst sú fundargerð þá framlögð. Næst er fundargerð byggðarráðs frá fundi númer 601 og forseti gefur orðið laust þá fundargerð. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Þá er það liður 24, það er fundargerð byggðarráðs frá fundi 602 og forseti gefur orðið laust þá fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst svo fundargerð framlögð. Þá er það síðasta fundargerð byggðarráðs, það er 25. liður frá fundi númer 603 hjá byggðarráði og forseti gefur orðið laust þá fundargerð. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá telst sú fundargerð framlögð. Þá er komið að 26. lið og það er fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi númer 34 í nefndinni og bið ég formann nefndarinnar Sigrúnu Ólafsdóttur að fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta var fyrsti fundur nefndarinnar á þessu kjörtímabili og ef ég renni bara svona rétt yfir það sem var þar tekið fyrir að þá var þetta svona fyrsti fundur með móttöku nýra nefndarmanna. Erindisbréf umhverfis- og landbúnaðarnefndar var framlagt og deildarstjóra
falið að vinna að breytingum í samræmi við umræður á fundinum. Það var kynnt aðeins verkefni vegna innleiðingar á hringrásarkerfi og þetta var svona eiginlega bara fyrsta skref að koma nefndarmönnum inn í þetta stóra mál og lagt fram til kynningar. Einnig var rætt veggirðingar og rætt ástand veggirðinga í sveitarfélaginu varðandi viðhalda á veggirðingu við stofnbrautir víða sem mjög ábótavant og það vandamál sem að lausaganga búfjár og vegum veldur. Og niðurstaða fundarins var að fela sem sagt formanni nefndarinnar og starfsmanni að senda inn erindi til innviða- og matvælaráðuneytis í samræmi við umræðurnar á fundinum og síðan var samþykkt búfjárhald aðeins rætt og nefnt að auka þyrfti kynningu á henni. Hún sem sagt tók gildi á síðasta ári og hafði ekki verið kynnt nægilega vel svona fyrir þeim sem þetta snerti. Einnig var á dagskrá liðurinn umhverfisviðurkenningar sem einn af svona skemmtilegri liðum þessara nefndar á ári hverju, þar sem verið að óska eftir tilnefningum í ákveðna flokka til þess að verðlauna þá sem vel hafa gert í hinum ýmsu flokkum varðandi umhverfisviðurkenningar og þess háttar og einmitt bara þessa dagana verið að skila inn tilnefningum og þess háttar sem verður svo unnið úr. Matsáætlun varðandi Holtavörðuheiðarlínu að þar var óskað eftir umsögn og þetta var rætt og niðurstaða sem sagt þetta var bara lagt fram og með ítarlegum fylgiskjölum. Deildarstjóri hann fer alltaf yfir það sem svona á döfinni og var náttúrulega þarft að kynna það núna fyrir nýjum fulltrúum. Þannig að það var svona verið að fara yfir hvaða mál væru í deiglunni og að lokum var ákveðið hvenær fundatímar nefndarinnar yrðu á þessu kjörtímabili og það bara liggur fyrir núna í næstu vika næsti fundur nefndarinnar Þetta svona bara tæft á því helsta sem þarna fór fram. Takk fyrir. Ég þakka formanni nefndarinnar Sigrúnu Ólafsdóttur fyrir yfirferðina og gef orðið laust fundagerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Og það enginn sem kveður sig hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá langar mig til þess að óska eftir því að varaforseti taki við fundarstjórn. Já, næsta dagskrá liður númer 27, velferðarnefnd Borgarbyggðar. Ég ætla að óska eftir því að liður númer 28 verði kynntur á sama tíma. Ykkur sem mótmæli því? Svo ekki. Þá ætla ég að biðja Guðrúnu Eyglóadóttur að fara yfir fundargerð velferðarnefndar Borgarbyggðar númer 127 og 128. Já, takk fyrir það. Það eru sem sagt 2 fundir sem hafa verið haldnir í velferðarnefnd með nýju nefndinni og það var sem sagt frá fundi 127 þá var fór sviðsstjóri yfir helstu verkefni sem tengjast nefndastörfum og hlutverk nefndamanna og fleira sem mjög gagnlegt og mér heyrist að það hefði verið gert í öllum fastanefndum. Annar liður var samningur félagsþjónustu, þjónustu í barnaverndarmálum og málefnum fatlaðra en sviðsstjóri og félagsmálastjóri kynntu nefndinni minnisblað vegna þjónustu samnings við Dalabyggð félagsþjónustu og barnavernd. Nefndin í rauninni samþykkti út frá þeirri stöðu sem blasir við málaflokknum og aðstæðum að leggja til við byggðaraða samningur við Dalabyggð yrði ekki endurnýjaður að núverandi grunni en Dalabyggð boðið til viðræðna nýjan samning sem byggir á samstarfi ákveðna þætti á breyttum forsetum og þetta lítur kannski helst í rauninni að fjölgun mála og mönnun á sviðinu hjá okkur á Borgarbyggð en við vonumst áfram til þess að geta aðstoða okkar
nágranna í Dalabyggð með einhverjum hætti en að samningurinn eins og hann hefur litið út núna, honum verði sagt upp. Þriðji liður var kynning á fjárframlagi mennta- og barnamálaráðherra til að efla virkni og vellíðan og félagsfærni barna í viðkvæmri stöðu yfir sumarið og næsti liður þar á eftir var könnun móttaka flóttafólks. Það mætti kannski einhver halda að hér varum að ræða einhverja könnun, skoðanakönnun og slíkt, en svo ekki, en félags- og vinnumarkaðsráðherra hefur leitað eftir þátttöku sveitarfélaga verkefni samræmda móttöku flóttafólks, óháð því hvernig það kemur til landsins, það að segja kvótaflóttafólk, umsækjendur alþjóðlega vernd eða fjölskyldusameiningu. Nefndin fór yfir þetta og farið var yfir þessu helstu verkefni Borgarbyggðar undanfarið, en þau hafa snúið að móttöku flóttamanna á Bifröst í samstarfi við félags- og vinnumarkaðsráðuneytið, Háskólann á Bifröst, Rauða krossinn, Heilbrigðisstofnun Vesturlands og ýmsa aðra þjónustuaðila í Borgarbyggð. En það var í mars á þessu ári þegar ákveðið hafði verið að ráðuneytið myndi leigja húsnæði á Háskólanum á Bifröst fyrir móttöku flóttafólks frá Úkraínu. Þá var settur á fót stýrihópur með starfsfólki Borgarbyggðar og mögulegum samstarfsaðilum og ráðinn verkefnastjóri og fleira starfsfólk til að halda utan um verkefnið. Eins og við þekkjum þá komu fyrstu flóttamennirnir strax í byrjun apríl og hefur fjöldi þeirra farið allt upp í 131 og útlit fyrir að þörf verði á móttöku áfram næstu mánuði þar sem stríðsástand geisar ennþá í Úkraínu. Og það skemmst frá að segja að það hefur verið haldið gríðarlega vel utan þetta verkefni af hálfu Borgarbyggðar svo eftir sé tekið og þetta stórt verkefni og í rauninni alveg nýtt. Við höfum aldrei gert þetta áður, þannig að velferðarnefndin var hljóma álit velferðarnefndar að það var ekki tímabært að ganga til samninga samræmda móttöku flóttafólks á meðan að við erum í þessu verkefni. Þannig að meðan þetta verkefni á Bifröst í fullum gangi, þannig að við ætlum allavega að láta okkur nægja að halda utan það verkefni og reyna að gera það eins og vel og við getum áður en við förum að skoða aðra slíka samninga. Á síðustu var farið yfir fundargerðir öldungaráðs Borgarbyggðar. Þá það fundur velferðarnefndar nr. 128 sem var haldinn í þessari viku og þar var farið yfir reglur fjárhagsaðstoð og nefndin fór yfir breytingar á reglum Borgarbyggðar fjárhagsaðstoð þar sem lýtur að því að húsbúnaðarstyrkur verði veittur vegna sérstaklega erfiðra aðstæðna og að ræða í rauninni einskiptis styrk sem hægt að óska eftir. Þessum lið verður vísað til samþykktar síðar í sveitarstjórn. Nefndin ræddi svo forvarnamál og þá sérstaklega þau mál lúta að geðheilbrigði og heilsueflingu og sviðsstjóri fjölskyldusviðs mun á næsta fundi nefndarinnar kynna skipulag forvarnamála hjá sveitarfélaginu og verður þá málaflokkurinn til frekari umræðu. En það í rauninni ljóst að þessi mál eru í rauninni sameiginlegt viðfangsefni velferðar- og fræðslunefndar og nauðsynlegt að taka þessi forvarnamál á víðari grunni. Og hér kannski hægt að segja að þetta kannski bara ákveðin opnun á þessu málum að ræða og ég held að sveitarstjórn þurfi bara að taka frekari umræðu áherslur í þessum efnum þvert á nefndir og flokka og ég veit að við erum öll sammála það. Síðasti liður á dagskrá var umræðan þjónustu við aldraða en nefndin fékk upplýsingar stöðu mála varðar félagsstaf eldri borgara, breytingar að verða þar í starfsmannahópnum. Samhljómur var meðal nefndarmanna að það væri nauðsynlegt að eiga samtal við stjórn eldri borgara og eldri borgararáð áherslur og skipulag og félagsstarfi eldri borgara til framtíðar. Við þekkjum það að tímandi breytast og nauðsynlegt að við þurfum að endurskoða
hvernig við komum til móts við fjölbreyttari, svona breiðari hóp eldri borgara þegar kemur að félagsstarfi. Þessir eldri borgarar alltaf verið hressar og hressari, þannig að við þurfum að mæta því með einhverjum hætti. En ég svara fús ef það einhverjar spurningar. Takk. Takk fyrir þetta, Guðveig. Þá ætla ég bara að gefa orðið laust undir þessum fundargerðum velferðarnefndar nr. 127 og 128. Einhver sem vill kveða sér hljóður? Svo ekki. Þá ætla ég að biðja forseta að taka aftur við fundarstjórninni. Já, takk fyrir það. Næstu 2 liðir á dagskrá er það ekki rétt hjá mér, fundargerðir atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar. Og ég bið formann nefndarinnar, Evu Margrét Jónudóttur, að fara yfir báðar fundargerðirnar og forseti minn svo gefa orðið laust hvora fundargerðina fyrir sig eins og háttur var á og hafður hér áður. Gjörðu svo vel, Eva Margrét. Forseti, ágæta sveitarstjórn og aðrir fundamenn. Ég ætla að fara stuttlega yfir fundargerðir af fundi 36 og 37 sem haldnir voru 14. júní og 2. ágúst síðastliðinn. Af fundi 36 þá tók samskiptastjóri vel á móti nýrri nefnd og byrjaði á því að fara yfir ýmis praktísk atriði og nefndinni hlakkar til að takast á við komandi verkefni og þakkar samskiptastjóra fyrir góðar móttökur. Næst var það erindisbréf atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndarinnar sem samþykkt var árið 2020 en nefndin telur nauðsynlegt að bæta því við verkefni nefndarinnar og hún starfi sem stjórn Safnahúss Borgarfjarðar og jafnframt telur nefndin að breyta þurfi erindisbréfi þannig að það samræmist því að fundargerðir séu nú undirritaðar rafrænt og felur nefndin samskiptastjóra að leggja til slíkar breytingar á erindisbréfi og endurskoða samhliða samþykktum stjórn Borgarbyggðar svo samræmi sé milli umræddra 2 skjala. Nefndin samþykkti að veita Hvanneyrarhátíð samstarfssamning vegna hátíða þar sem að framlögð umsókn uppfyllti skilyrði reglur slíkra samninga. Mér skilst að hún hefði verið vel heppnuð núna nýlega. Í kosningabaráttunni þá sendi Framsókn frá sér bleðil þar sem að var lýst yfir vilja til þess að velja og heiðra listamann Borgarbyggðar. Nefndin ræddi hvernig þessu skildi vera háttað og fól samskiptastjóra að kynna sér fyrirkomulagið hjá öðrum sveitarfélögum og leggja fram tillögur að reglum val á listamanni Borgarbyggðar. Þann 7. maí síðastliðinn bauðst sveitarfélaginu að kaupa 2 falleg myndlistaverk eftir Sigþóru Óðins en þar sem það var ekki gert ráð fyrir slíkum kaupum á þessu fjárhagsári þá gat nefndin ekki samþykkt kaupin að svo stöddu en þakkar samt kærlega fyrir boðið. Nefndin ræddi atvinnulífið í sveitarfélaginu og hvernig styrkja mætti samstarfið milli sveitarfélagsins og atvinnurekanda. Og úr varð að nefndin fól samskiptastjóra að skipuleggja súpufundi í haust og með þessum súpufundum sér nefndin fyrir sér að hagsmunaaðilum gefist tækifæri til þess að ræða atvinnulífið og slíkt samtal gæti styrkt atvinnusýn sveitarfélagsins til framtíðar. Af fundi 37 Þórunn Kjartansdóttir, nýráðin forstöðumaður menningarmála kom á fundinn og leggur nefndin til að hér eftir verði Þórunn áheyrnarfulltrúi á fundum nefndarinnar þegar menningarmál eru til umræðu. Þar að auki tekur nefndin undir bókun byggðaráðs þörf þess að kostnaðar meta megin tillögur sem að framkoma í skýrslunni framtíðarskipan Safnahúss Borgarfjarðar. Nefndin felur forstöðumanni menningarmála að leggja fram kostnaðaráætlun á fundi nefndarinnar í október ásamt því að hefja formlegar viðræður við stjórn og skólastjóra Menntaskóla Borgarfjarðar. Lögð voru fram drög að reglum tilnefningu á vali listamanns Borgarbyggðar en nefndin samþykkti framlagðar reglur með fyrirvara samþykki og afgreiðslu sveitarstjórnar sem kom hérna fram fyrir á fundinum. Svo voru það forsvarsmenn föstudagsins dimma sem lögðu fram greinagerð vegna hátíðarinnar sem haldin var í janúar síðastliðinn. Það var kallað eftir því að gerður yrði samningur til 2 ára í senn og styrkupphæðin hækki á næsta samningsári. Nefndin þakkaði forsvarsmönnum föstudagsins dimma fyrir erindið og frábæra hátíð en leggur ekki til að gerðar verði breytingar á lengd samninga fyrir árið 2023
en styrkupphæðina þarf að skoða við gerð fjárhagsáætlunar sem fer fram í október. Síðan kom Hafþór Gunnarsson á fundi nefndarinnar fyrir hönd Hollvinasamtaka Borgarness og nefndin vill bara þakka honum góða og þarfa yfirsýn á verkefnum samtakana. Fleira var það ekki í bili. Takk. Þakka formanni fyrir góða yfirferð og gef orðið laust fyrst fundagerð atvinnumarkaðs- og mælingarmálanefndar fund númer 36. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og telst svo fundagerð framlagð og þá gefur forseti orðið laust fundagerð atvinnumarkaðs- og mælingarmálanefndar númer 37. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og telst hún þá framlagð. Næst eru það 3 fundagerðir skipulags- og bygginganefndar og bið ég formann nefndarinnar Davíð Sigurðsson að fara yfir þær og forseti mun að því loknu gefa orðið laust hverja fundagerð fyrir sig. Gjörðu svo vel, Davíð Sigurðsson. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn og aðrir starfsmenn. Ég ætla að byrja á að fara yfir fundagerð skipulags- og bygginganefndar númer 40. Það var fyrsti liður á dagskrá móttakan í sveitarstjórnarfólks og nefndarmanna eins og fram hefur komið hérna áður í dag. Þá var þetta veglegu pakki sem var útbúinn af samskiptastjóra og öðrum starfsmönnum og bara mjög vel unnið hjá þeim. Annar liður á dagskrá var breyting á aðalskipulagi á Valfelli. Þriðji liður yfirfærsla Borgarbrautar, endurnýjun á fráveitulögnum og yfirlagi Borgarbraut. Fjórði liður var Holtavörðu heiðarlína, matsáætlun, óskum umsögn. Og svo var smúðtísverkefni, rannsóknarverkefni, þéttbýlisgreining, kynning á því. Svo kom næst ætla ég að fara yfir fund númer 41. Þar var fyrsti liður á dagskrá deiliskipulag í Munaðarnesi fyrir Jötnagars ás 9, 11, 30 og 30-40. Annar liður var Vallarás, breyting á deiliskipulagi. Þar var við að kynna deiliskipulagstillögu fyrir lóðirnar á Vallarás, sem mikil fjölgun lóða þar og þær fara vonandi bara að verða klárar núna með haustinu. Þriðji liður var Stekkjarholt í Borgarbyggð, breyting á deiliskipulagi. Fjórði liður Miðháls 24, breyting á deiliskipulagi. Fimmti liður Sólbakki, athafnasvæði, breyting á deiliskipulagi. Sjötti liður Skógavegur 3, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Sjöundi liður Fjóluklettur 22, grenndarkynning deiliskipulagsbreytingar. Áttundi liður Fjarsland 2, svæði 1, Fjóluklettur 13 og 15, breyting á deiliskipulagi. Níundi liður Ferjubakki 2, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Tíundi liður var Kiðabotnar 10, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. 11. liður Laugaland, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Og 12. liður Munaðarnes, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Undir öllum þessum liðum að þá kemur þetta fyrir nefndina vegna þess að það ýmist ekki til deiliskipulag á svæðinu eða í öllum þessu tilfellum held ég að sé ekki til deiliskipulag yfir svæðið og þar af leiðandi verið að óska eftir að þarf þetta að fara fyrir nefndina að fara fyrir grenndarkynningu. 14. liður Sæunnargata 4, umsóknum byggingaráform og eins með 15. lið Þórólfsgata 9, umsóknum byggingaráform og byggingarleyfi. Svo kom 16. liður umsóknum stofnun lóða, Litlikroppur og 17. liður Akrar 4, stofnun lóðar, Systrastapi. 18. liður Akrar 4, stofnun lóðar, Jónstún. 19. liður Signjastaðir, Refstaðir, samruni jarða. 20. liður Jafnaskógsland, Jafnaskarðsskógsland, umsóknum nafnabreitingu. 21. liður fyrirspurnum skipulags- og byggingamál, umsóknum lóða Sólbakka 29. 22. liður aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar, óskum umsögn.
23. liður Krossnes óleyfisframkvæmd, 24. liður 5. og 7. Það er allt afgreiðslur byggingafulltrúa nr. 194, 5 og 6. Þetta var mjög langur fundur og ákváðum það á þessum fundi að ef að svona mörg mál myndu liggja fyrir aftur þá myndum við skipta þau upp í 2 fundi. Það er eiginlega ekki boðlegt að sitja fund í 4 klukkutíma í svona málum. Svo var fundur skipulags- og byggingarnefndar nr. 42 sem er nú búið að afgreiða ansi mörg af málum núna hér í dag. Ég ætla að skauta fram hjá þeim og þau hafa öll komið hérna fyrir. Breiðabólstaður, Hótel Hamar, Urriðárland, Bjartsland, Galtarholt, Sæjanagata 4, Þórsgata 9. Og svo voru bara afgreiðslu byggingafulltrúa nr. 197, 198 og 199. Takk fyrir. Já, ég þakka formanni nefndarinnar fyrir yfirferðina og gef þá orðið laust fyrst fund nr. 40 hjá skipulags- og byggingarnefnd. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs og talst þá sú fundargerð framlagð. Því næst gefur forseti orðið laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar nr. 41. Það er enginn sem kveður sig hljóðs og talst hún þá framlagð. Og að síðustu er það fundargerð nr. 42 hjá skipulags- og byggingarnefnd og forseti gefur orðið laust þá fundargerð. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs og telst hún þá framlögð. Þá erum við komin hérna að síðasta sprettinum í þessari dagskrá og það eru fundargerðir fjallskilanefnda og þar er fyrst fjallskilanefnd Rauðskilsréttar, fundur nr. 26. Forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sig hljóðs og telst hún því framlögð. Því næst á dagskrá er fjallskilanefnd Oddstaðaréttar, það er fundur nr. 47 og forseti gefur orðið laust. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs og telst sú fundargerð því framlögð. Næsti dagskrárliður er fjallskilanefnd Brekku- og Svignaskarðsréttar, það er fundur nr. 49 og forseti gefur orðið laust þann fundargerð. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs og telst hún því framlögð. Því næst er það fjallskilanefnd Þverárréttar, fundur nr. 63. Forseti gefur orðið laust þá fundargerð og það er enginn sem kveður sig hljóðs og telst hún því framlögð. Og þá er það síðast en ekki síst fjallskilanefnd Kaldabakka og Mýrdalsréttar og það er fundur nr. 29. Og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð og það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá sýnist mér dagskrá sveitarstjórnarfundar í dag vera tæmd. Ég þakka sveitarstjórnarfulltrúum fyrir góðar umræður og starfsmönnum fyrir sín góðu störf og að undirbúningi sem það er mikill undirbúningur sem á sér stað fyrir fundi eins og þennan og segi fundi slitið. Takk fyrir.